Hvernig? Já. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 9. mars árið 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1329 og þetta skal ég ykkur segja, fyrsti fundurinn frá því á 10. mars á síðastliðnu ári sem fer fram án aðstoðar fjarfundabúnaðar. Þannig að allir bæjarfulltrúar eru viðstaddir í bæjarþingsalnum. Þetta orðið slétt ár sem við höfum verið í fjarfundarsambandi í einum öðrum hætti. Af því tilefni býður forseti fundarmenn hjartanlega velkomna til fundar. Fundinn sitja Valgarður L. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúarnir Einar Brandsson, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson og varabæjarfulltrúi Karl Jóhann Grens sem situr fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Sandri Margrétar Sigurjónsdóttir. Einnig sitja fundir Sævar Þráinsson bæjarstjóri og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir skrifstofustjóri. Hún sér ritun fundargerðar. Áður en við göngum til dagskrá þá óskar forseti eftir því að tekið verði inn með afbrigðum mál númer 2103-032 Skógarhverfi 3A framkvæmdaleyfi. En málið var samþykkt á fundi skipulags- og umhverfisráðs þann 8. mars síðastliðinn og hér vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Málið verður númer 5 í dagskráni verði það samþykkt að það verði tekið inn. Og þá býðum við að gefa merki sem að samþykkja það að þetta mál verði tekið inn á dagskrá. Það eru 9 hendur á lofti til samþykkja þetta. Til samþykkis þessu, þar að segja. Og þá göngum við til dagskrá. Fyrsti dagskráliður hefur málsnúmerið 20.05.360 deiliskipulag Skógarhverfis áfangi 3A. En eftirfarandi lagfæringar hafa verið gerðar á deiliskipulaginu samhliða gatnahönnun. Opið svæði fyrir vatnsbarveg og útivistarsvæði breikkað 6 metra í norðaustur og stækkað skipulagssvæði sem því nemur. Gerð nánari grein fyrir settjörnum og göngustígum svæði meðfram vatnsbarvegi. Gangstétt og bílastæði við óbyggða götu við Álfalund fært suður fyrir akbrautina Álfalund. Veglína Skógarlundar einfölduð og eru lóðamörk aðliggjandi lóða löguð til samræmis. Sett 35 fermetra lóð undir dreifistaur rafmagns í austurjaðri skipulagssvæðis. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að fráviki verði heimilað samkvæmt 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og telur breytingarnar verið í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa engin áhrif á hagsmuni annarra en Akraneskaupstaðar og teljast því óverulega. Og orðið laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Eins og kom fram hér í máli forseta, þá var þetta óverulega breytingar. Nú liggur fyrir gatna og lagnahönn í Skógarhverfi 3A og það einungis verið að bregðast við því sem kemur þar upp, eins og staðsetning á rafveituskúr, færslu á gangstígum, hliðrun gatna og aðlögun lóða að því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara aðeins að koma hérna upp og útskýra það. Ég mun greiða atkvæði á móti þessari breytingu og vísa í rauninni það bara í
Það sem ég hef sagt hér úr meðal annars þessum ræðustól hér fyrr, ég var á móti þeirri breytingu sem var gerð og myndi ekki greiða atkvæði með þessu, en ég ætla að gera eina athugasemd samt sem áður fyrst ég hérna. Ég saknaði þess að þó að þessi óveruleg breyting sem við erum að fjalla að það kemur ekki fram í gögnunum í rauninni hver breytingin Það yfirleitt erum við með, sem sagt þegar við gerum skipulagsbreytingar, gamla skipulagi við hliðin á því nýja. Það er mjög gott, þannig að maður átti sig akkurat á því hverju verið að breyta. Þannig að vonandi bara höfum við það næst þegar því að ég held að þessi nær undantekningarlaust á þeim tekningum sem við fáum sýnt gamla skipulagið og það nýja hlið við hlið. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Fyrsta fundalið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá göngum við til afgreiðslu á þessu máli. Þessi samþykkja þessa breytingar á deiliskipulagi á deiliskipulagi skógahverfis áfanga 3A með vísan til 3. málsgreinar 44. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010. Sem sagt með þeim formerkjum að breytingarnar hafi engin áhrif á hagsmuni annarra en Akraneskaupstaðar og teljist óverulegar. Þessi samþykkja þessa breytingar gjör svo gefa merki. Það eru 6 þeir sem eru á móti. Það er 1 á móti, 2 bæjarfulltrúar sitja hjá. Þá förum við í annan fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 21.02.052, stofnframlög ríkisins til bygginga eða kaupa á húsnæði á vegum sveitarfélaga 2021. En bæjarráð samþykkti á fundi númer 3450 þann 18. febrúar síðastliðinn að lögð yrði fram umsókn stofnframlag til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í samstarfi við leigufélag aldraðra vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar húsnæðis til afnota fyrir fólk með fötlun. Og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna stutt og fagna þessum áfanga að við séum sem sagt komin af stað í ferlinu og hérna búin að senda inn þessu umsókn. Við erum svo sem eftir að fá niðurstöðu í málið, en hérna ég er ánægður að við erum komin af stað. Það var gert ráð fyrir þessu í hérna fjárhagsáætlun ársins og það er mjög ánægjulegt að fyrsta skrefið er tekið eða annað eftir hvernig maður lítur á það. Ég vil líka þakka bæjarstjóra fyrir að vera mjög lausnamiðaður í sinni nálgun að finna samstarfsaðila og það er ánægjulegt að vera vitni því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir er orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Er að ræða stofnframlög ríkisins til bygginga eða kaupa á húsnæði vegna sveitarfélaga 2021. Húsnæði til afnota fyrir fólk með fötlun og ég tek svo sem undir með formanni velferðar- og mannréttindaráðs að það hefur verið einhugur þetta. Þetta var hluti af
því sem lagt var upp með í fjárhagsáætlun. En hins vegar finnst mér áhugavert í ljósi þessa að við höfum ekki fengið aðila með okkur í þetta verkefni sem hefur reynslu af þessu, og þá ég ekki að segja það í sömu setningu að þessir aðilar sem hér ræðir séu eitthvað reynslulausir í svona leigufélögum eða leiguúrræðum, en þeir hafa ekki verið í samstarfi með svona húsnæði og ég hefði einhvern veginn svona, maður hefði frekar kosið að við hefðum náð að landa þessu með aðilum kannski sem hafa reynslun í þessu. En þetta svo sem ungt félag sem þetta leigufélag aldraðir, 2018 minnir mig það sé, og þekki svo sem ekki mikið til forsvarsmanna þessa leigufélags, en ég vildi allavega koma hér upp og hafa nefnt þetta af því að við höfum kannski ekki reynslu af samvinnu við þetta félag, og ég bara vona það svo heitt og innilega að þetta gangi vel og okkur farnist vel í þessari uppbyggingu. Takk. Það fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það enginn sem kveður sér hljóðs, og þá les forseti hér tillögu að bókun í málinu, og hún verður síðan borin hér upp til atkvæðagreiðslu í bæjarstjórn. Tillagan að bókun þessi: bæjarstjórn Akraness samþykkir fyrirliggjandi umsókn stofnframlag til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í samstarfi Akraneskaupstaðar og leigufélags aldraðra vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar húsnæðis til afnota fyrir fólk með fötlun. Umsóknin byggir á reglum almennar íbúðir nr. 52/2016 og ráðgerð uppbygging húsnæðisins af Vesturgötu 21-23 á Akranesi. Áætlað heildarstofnframlag Akraneskaupstaðar kr. 35.099.207, sundurliðast í áætluð gatnagerðar og þjónustugjöld að fjárhæð kr. 11.484.462 og framlagi úr sjóð að fjárhæð kr. 23.614.745. Gerð krafa endurgreiðslu viðtakanda stofnfjárframlagsins samkvæmt ákvæðum laga nr. 52/2016 og tekur bæði til grunnstofnframlagsins að fjárhæð 26.324.405 sem og viðbótarstofnframlagsins að fjárhæð kr. 8.774.802, samtals kr. 35.099.207. Þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu málsins eru beðnir að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og þarf við að spyrja aðra afstöðu þar af leiðandi. Þriðji fundarliður málsnúmerið 2102-010, umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra á árinu 2021, en bæjarráð samþykkti á fundi sínu nr. 3451 þann 25. febrúar síðastliðinn að sótt yrði framlag í framkvæmdasjóð aldraðra vegna uppbyggingar þjónustumiðstöðvar að Dalbraut 4. Og þessari ákvörðun bæjarráðs hér vísað til bæjarstjórnar og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá sem að samþykkja það að Akraneskaupstaður sendi umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra vegna uppbyggingar þjónustumiðstöðvarinnar að Dalbraut 4 og gjör svo að gefa merki. Það samþykkt 9-0. Fjórði fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.138, höfði endurbætur, umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra árinu 2021. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu nr. 3451 þann 25. febrúar síðastliðinn að sótt yrði framlag í framkvæmdasjóð aldraðra vegna fyrirhugaðra endurbóta á Höfða. Og þessari samþykkt bæjarráðs hér vísað til bæjarstjórnar og orðið laust og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ákvað bara að fylgja þessu máli hér stutt eftir, en svona forsaga þessa máls sú að
Á síðasta ári þá skiluðum við styrk til Framkvæmdasjóðs aldraðra sem við höfðum fengið vegna endurbóta á annarri hæð Höfða og sá styrkur hann fengum við byggðan á frumgreiningu á kostnaði vegna þeirra endurbóta sem að við höfum huga því að ráðast í. Og þegar í rauninni heildarkostnaður verkefnisins á þeim tíma kemur í ljós að þá sá kostnaður hvað þegar búið var að rýna betur raflagnir, pípulagnir, loftræstikerfi, breytingar á gluggum og svölum og annað slíkt, að þá var sá kostnaður við framkvæmdan orðin umtalsvert hærri heldur en frumáætlun verkefnisins gerði ráð fyrir. En á þeim tíma þegar það kemur í ljós þá leitað til Framkvæmdasjóðsins og það skoðað og kannað hvort að við eigum möguleika á því að fá þennan mismun sem að vantar upp á það að við getum fengið 40% eða tæplega 40% af kostnaði, þessa styrk fyrir kostnaði. En það var ekki hægt og eina leiðin í rauninni til að láta reyna á það að fá fyrir því sem við getum átt rétt á úr Framkvæmdasjóðnum, að það var að skila styrknum og sækjum aftur þegar opnað yrði fyrir umsóknir á nýju Framkvæmdasjóði. Núna staðan sú að 99% telja það hönnur að 99% af hönnun, gerð verklýsingar og magnskrár sé 99% lokið. Og það liggur fyrir þá kostnaðaráætlun fyrir verkefninu og það byggt á þeirri kostnaðaráætlun núna sem hefur verið uppfærð í samræmi byggingavísitölu og vegna þess að það ekki alveg fullbúið, það vantar eitthvað pínkulítið upp á að verkefni sé fullklárað, þá ófyrirséður kostnaður vegna hönnunarinnar og verkefnisins hækkar úr 15% í 20%. Þannig að við teljum að á þessum tímapunkti séum við reiðubúin til að sækja og hafa vaðið fyrir neðan okkur og ég vona það bara að við fáum úthlutun úr Framkvæmdasjóði aldraðra núna og við getum ráðist í þessar mikilvægu umbætur á annarri hæð Höfða og bætt þar með aðstöðu 28 íbúðum á heimilinu og líka starfsaðstöðu starfsmanna sem hefur verið ábótavant á þessari hæð. Takk fyrir. Fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það enginn sem biður orðið. Þá göngum við til afgreiðslu þessa máls. Þeir sem samþykkja umsókn hagnaðarkostnaðar í Framkvæmdasjóð aldraðra vegna fyrirhugaðra endurbóta á Höfða, hvað bennir að gefa merki. Það samþykkt 9-0. 5. fundaliður þá málið sem tekið var hér inn með afbrigðum í upphafi fundar, málsnúmer 2103-032, Skógarhverfi 3A framkvæmdaleyfi. Að ræða framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar í Skógarhverfi 3A. Málið var tekið fyrir á fundi Skipulags- og umhverfisráðs þann 8. mars síðastliðinn og Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar í Skógarhverfi 3A samkvæmt 10. grein reglugerðar um framkvæmdaleyfi númer 772 frá árinu 2012. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra sem á hlýða. Þetta svolítið sérkennilegt mál því að við erum í raun og veru að veita sjálfum okkur framkvæmdaleyfi. Málið hins vegar að reglurnar eru svona og okkur ber að taka þetta til umfjöllunar og ef það fæst samþykkt hér þá fer það í auglýsingu og menn hafa þá frest til þess að kæra það ef svo en ég segi þetta mínu huga mjög sérkennilegt að bæjarfélagið þurfi að
þurfum að veita sjálfum sér framkvæmdaleyfi til þess að við getum farið í framkvæmdina. En svona það og við bara sjálfsögum verðum við því og vinnum eftir þeim reglum sem okkur sett. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs kom hér inn á Ragnar B. Sæmundsson, að þá hér að ræða framkvæmdaleyfi fyrir þeim framkvæmdum, gatnagerð og setja lagnir fyrir heitt og kalt vatn og rafmagn og annað í það hverfi sem við vorum að breyta skipulagi hér fyrr dagskránni og eins og við komum fram þá þetta tekið inn hér með afbrigðum og fylgir þessu slett af gögnum sem við í sjálfu sér þá náum ekkert að skoða en mér finnst í rauninni kannski sjálfsagt að við séum velvilju og hleypum svona málum í gegn því að í rauninni þó að þetta sé í rauninni fórhundsins vegna þá þarf þetta að fara hérna inn en við erum búin að samþykkja skipulagið og þá er í rauninni ekkert annað en að hefjast handa með verkið. Mér finnst svona þessi vegferð sem við höfum farið með þetta mál hafa verið svona mestu til óþarfi. Við erum búin að í rauninni skaða okkur svolítið á því að fara í þessar breytingar. Það var tilbúið skipulag 2018 og löngu þar fyrir í rauninni og var í rauninni klárt til þess að hefja framkvæmdir þar. 2018 í síðasta lagi var hugmyndin þá 2019 eins og þetta var lagt upp á síðasta kjörtímabili en einhverju hluta vegna að þá sá meiri hlutin sig knúinn til þess að fara í meiri háttar breytingar á skipulaginu og það hefur kostað okkur það nú að verða 3 árum síðar að þá hugsanlega sjáum við fram á það að það verði farið í vegalagnir þannig að við getum þá boðið aftur upp á einbýlis og par- og raðhúsalóðir. Þannig að við erum búin að tapa finnst mér og mínu áliti allavega 2 árum í uppbyggingu á því hverfi sem var klárt. En meirihlutinn hefur talað og hann búinn að ákveða að breyta þessu skipulagi og meira þess að núna í tvígang. Þannig að það hefur í sjálfu sér engan tilgang að vera að ergja sig yfir því en svona út af prinsipinu þá mun ég sitja hjá við þessa afgreiðslu. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það enginn sem biður orðið. Þá förum við í afgreiðslu þessa máls. Lagt til að samþykkt verði framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar í Skógarhverfi 3A samkvæmt 10. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772 frá árinu 2012. Þessi samþykkja það ekki skulu gefa merki. Og þeir sem eru á móti, það samþykkt með 6 atkvæðum því sitja hjá. Þá förum við í 7. fundarlið. Það eru
fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga á árinu 2021, málsnúmer 210/1117 og lögð fram 895. fundargerð stjórnar Sambands Íslenskra sveitarfélaga frá 26. febrúar síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sig hljóðs og telst fundargerðin þar með framlögð. Sjöundi fundarliður hefur málsnúmer 21/01/002 til fundargerði bæjarráðs á árinu 2021 og lagðar fram 2 fundargerðir, númer 3451 frá 25. febrúar og númer 3452 frá 4. mars síðastliðnum. Orðið laust þessar 2 fundargerðir bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mig langar að taka til máls undir fundargerð 3451 frá 25. febrúar. Í fyrsta lagi það 4. liður, mánaðar yfirlit og staða rekstrar í janúarmánuði. Ég langaði bara að þakka Kristínu Helgu Ólafsdóttur deildarstjóra fyrir mjög góða vinnu og færir þetta kannski svolítið á annan stall og sem að gefur okkur kannski kjörnu fulltrúum, kannski okkur sérstaklega þeim sem sitjum í bæjarráði, svona betri yfirsýn yfir stöðu mála hver mánaðamót og vona ég svo innilega að þetta hjálpa okkur þegar við förum í ásluta uppgjörinn. Af því að við sáum það síðast að það kom heldur betur aftan á okkur eftir 9 mánaða uppgjörið breyttar forsendur. Þannig að ég vona að þetta verði eitthvað til þess að hjálpa okkur að hafa svona puttan á púlsinu og fagna ég bara þessari vinnu. Þá langar mig að tala 7. lið sem FabLab-smiðja á Akranesi. Og þakka þeim embættismönnum sem hafa fylgt þessu máli og ég held að þetta verði mjög flott og verkefni sem að koma til með að nýtast frumkvöðlum, fyrirtækjum, einyrkjum og jafnvel menntastofnunum okkar mikið og fagna ég því en langaði kannski að benda á það. Ég var með bókun undir þessum lið og það sem ég fagnaði í rauninni þessari vinnu sem hefur átt sér stað snýr að uppbyggingu FabLab-smiðju á Akranesi og hins vegar leggur bæjarfulltrúinn áherslu á að unnin verði rekstraráætlun verkefnið áður en farið af stað með þær skuldbindingar sem verkefni kann að hafa í för með sér og þarna var lagt fyrir fundinn ákveðin drög að hvað heitir þetta nú? Drög að eitthvað svona samningi og ég held að og málinu var svo sem frestað og það bara hvetja okkur sem sitjum í bæjarráði til þess að klára þetta mál og svona girða fyrir þá lausa enda sem að við ræddum á þeim fundi að hafa sem minnst eitthvað opið þegar við ritum svona samninga. En annars bara flott verkefni og verður okkur örugglega öllum til sóma. 7. liðurinn, Kútti Sigurfari, staða mála. Þetta fannst mér ótrúlega áhugavert að fá inn á borð til okkar í bæjarráðinu. Það sem að menn eru kannski að velta sér fyrir rauninni, stöðunni á þessu máli, hvort að við eigum að fara enn eitt snúninginn í viðbót. Og en afgreiðslu málsins var frestað og þannig að ég beið nú með að bóka þarna á þessum fundi.
en minna okkur á í rauninni þá vinnu sem hefur verið farið að stað með í rauninni síðastliðin hvað ætli sé ekki örugglega orðin 15 ár. Og það er búið að taka tvisvarsinnum ákvörðun held ég á þessu kjörtímabili eða lok síðasta og þessu kjörtímabili, þannig að ég veit ekki hvort allt þegar þrennt en ég ætla nú bara að hvetja ykkur hér sem sitjum við þetta borð að fara að klára þetta mál og það er nú með þetta mál eins og suma einhverju bindast tilfinningaböndum en ég ætla bara að hvetja ykkur að fara að klára þetta mál. Það er ekkert gott að hafa það þann ótta að einhverjir unglingar, ungmenni eitthvað fara að leika sér þarna og detti niður og slasi sig eða þetta er ekki orðið okkur til sóma og jafnvel hættulegt. Þannig að ég vona það að við förum bara að taka ákvörðun og hlakka til að taka þetta mál inn á næsta bæjarráðsfundi. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Við erum hérna að ræða fund bæjarráðs, númer 3451. Mér langaði bara að aðeins vekja athygli um þetta máli númer 3. Þá fengum við, þá komum til okkar Álfheiður, forstjóri Elkem hér á Íslandi og var að ræða svona þau verkefni og þær áskoranir og þau tækifæri sem eru framundan á Grundartangasvæðinu og mikilvægi þess að við eigum öll áfram í góðu samtali mikilvægi þessara starfsemi. Þetta var bara virkilega áhugavert erindi sem hún var með fyrir bæjarráðinu og eins og bæjarfulltrúar þekkja þá eru alls konar tækifæri sem hægt væri að og verið að vinna að inn á Grundartangasvæðinu, þannig að þetta var bara virkilega gaman að fá Álfheiði inn á fundinn til okkar og síðan satt Gísli Gíslason þennan fund með okkur og Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi sem jafnframt var fyrir þróunarfélagið á Grundartanga og það sem hefur verið að vinna gríðarlega flott og gott starf. Og þetta er bara virkilega gaman að fá inn í bæjarráð svona umræðu og kynningu á þeim atvinnuháttum og þeim tækifærum og öðru slíku sem er og skiptir okkur máli í samfélaginu, þannig að ég held að væri bara gaman að vera vakandi við þessu og fá fleiri aðila og þannig hjálpist við það að hafa bara meira puttan á púlsinn og vera samtaka og saman í því sem við erum að vinna að og skiptir okkur máli. Númer 4, mánaðaryfirlitið. Mér langar einmitt bara líka hér eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir að hrósa Kristjönu Helgu fyrir og þeim í fjármáladeildinni okkar fyrir gríðarlega flotta vinnu. Þetta hjálpar okkur að hafa puttan á púlsinum, vera með á nótunum og ég held líka bara að þetta hjálpi þeim sem eru í forsvari fyrir stofnanir hér út í bæ, stofnanirnar okkar, að þetta sé gott fyrir þær að það verið að klukka þær tímanlega ef eitthvað sem þarf að skoða nánar í þeirra rekstri og mikilvægt að taka á. Þannig að þetta er gríðarlega flott vinna. Einnig langar mig að taka undir FabLab-verkefnið, FabLab-smiðjuna. Ótrúlega spennandi verkefni hér á ferðum og mikil tækifæri fyrir menntastofnanir, fyrirtæki. Það er alveg magnað að sjá hversu margir aðilar eru komnir með á vagninum í þessu flotta verkefni. Ég held að þarna getum við séð stór skref verða til hvað varðar nýsköpun
Við getum virkjað yngri kynslóðirnar, ekki það ég segja að við séum ekki ung hér, en yngri kynslóðirnar okkar í því að mennta sig og pröfa sig áfram í alls konar nýsköpun. Ég sé fyrir mér að eins og til dæmis með fjölbrautaskólann, grunnskólana og þau námsviðmið og annað slíkt sem við þurfum að uppfylla í ýmsum greinum að þarna verði hægt að ná því enn betur með þessum hætti, þannig að og hvað það varðar fyrirtæki, atvinnuþróun og bara alls konar, þannig að bara eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér inn á að það alveg full ástæða til að þakka þeim sem hafa verið að vinna þetta verkefni með okkur og það vel gert. Ég ætla ekki að fara mörgum orðum kútter sigurfara og láta bara rauninni það sem að ég segi hér að bara duga. Og annað það ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sala Ragnarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fundargerð Bæjarráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þar með teljast þessar 2 fundargerðir Bæjarráðs framlagðar. 8. fundarliður hefur málsnúmer 21-01-004 eftir fundargerð Skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð nr. 155 frá 2. mars síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð Skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla að bara rétt að tæpa hérna á 3 fundarliðum sem voru á 155. fundi Skóla- og frístundaráðs. Undir fyrsta lið fengum við kynningu á stöðu hönnunar á fyrsta hlutanum í íþróttamiðstöðinni á Jaðarsbökkum. Og bara, þetta verður rosalega flott mannvirki sem við höfum eftir að vera mjög stolt af. Og bara bíð spennt eftir að þetta verða veruleika. Undir öðrum fundalið þá tóku til umfjöllunar bréf sem við fengum með erindi frá foreldraráði leikskólana og sneri að styttingu vinnuvikunar. En þar lýsir foreldrafélagið yfir áhyggjum af hvernig þjónustustigi verði hjá leikskólanum vegna styttingarinnar, þar sem ekki verið bætt við starfsfólki. Og áhyggjurnar snúa til að mynda faglegu starfi, að faglegt starf og sérstuðningu falli niður, öryggi barnanna verði ótryggt vegna þess að það verði færra starfsfólk á svæðinu og álag á starfsfólk sem muni enda á endanum leiða til veikinda, til dæmis bara álagstengdra veikinda og jafnvel að börn verði send heim vegna fáliðunar á leikskólanum. Og bara, mér langar í rauninu bara kannski að þakka fyrir erindi og það er bara mjög gott að fá bara erindi og hugleiðingar og bara eðlilega eru þetta spurningar sem eru vegna þessa. En undir 3. lið þá leggur Skóla- og frístundaráð til við bæjarráð að hækka niðurgreiðslu dagforeldra upp í 70.000. Já, hækka niðurgreiðslu vegna vistunar barna hjá dagforeldrum í 70.000 og hækkun rúmast innan fjárheimildar 2021 og það eru því ekki viðbóta fjármagn sem að mun þurfa að fylgja þessu. En það sem ég hérna undir fundargerð Skóla- og frístundaráðs, þá ætla ég bara að senda kveðjur til starfsfólks og nemenda í grundaskóla. Ætla bara svolítið ástand sem skapaðist þar og mér langar bara að þakka kærlega fyrir góð viðbrögð og góða vinnu starfsfólks skólans og starfsfólk þeirra sviða hjá Akraneskaupstað sem komu að málinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust með fundargerð Skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, áttu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að nota tækifæri hér og koma upp
og tjá mig aðeins málefni Grundaskóla þar sem að formaður skóla- og frístundaráðs í rauninni opnaði á það, kannski hér. Manni óneitanlega bregður við svona fréttir og svona óneitantilfinning sem að kemur yfir mann þegar að maður fær svona fréttir af að loftgæði á staðnum séu ekki góð. Og það var boðað svo sem til fundar með öllum fulltrúum í bæjarstjórn ásamt þeim forstöðumönnum og sviðsstjórum sem eiga þarna í hlut og það sem að við fengum svona kannski aðeins kynningu á stöðumála. Og það sem að kannski sló mann mest að þarna eru börn, einhver starfsfólks ef ég svona heyrt og kannski eftir þennan fund og kannski fer maður meira á stúfana til þess að hlera í rauninni fólk að sem að maður var illa upplýstur að þetta væri, að ástandi væri svona fyrir komið í Grundaskóla og maður svona hugsar af hverju þetta ekki búið að koma inn, af hverju hafa pólitíski kjörnir fulltrúar ekki verið að ræða þetta í ráðum og nefndum og mér skilst og það sem eins og ég afla mér upplýsingar hjá mínu fólki sem að situr í ráðum og nefndum að þetta hafi ekki verið rætt hvorki innan dagskrá né utan dagskrá og þykir mér það miður og ég veit það að allir vilja gera sitt besta og leyfa börnunum algjörlega að njóta vafans og það er svona, í rauninni er ég þakklát fyrir það að brugðist svona hratt og örugglega við að rauninni loka þeim álmum í skólanum sem að komu illa út eða komu kannski ekki út eins og menn höfðu óskað og fært börnin í önnur húsakynni í bænum og er ég mjög ánægð með í rauninni hversu fljótt var brugðist við þarna. En það sem ég er virkilega ósátt með er að kjörnir fulltrúar hafi ekki fengið upplýsingar þetta mál og þá er ég allavega að meina kjörnir fulltrúar í Sjálfstæðisflokknum. Þar sem að við vitum það og hefur komið fram á fundum að allavega fulltrúar skóla- og frístundaráðs og formaður skóla- og frístundaráðs og formaður skipulags- og umhverfisráðs hafi fengið í rauninni þessu gagn allavega á undan fleirum. Og þetta var allavega sagt hér á fundi og þykir mér allavega miður að við skulum ekki reyna að tala betur saman og upplýsa hvert annað. Og 3 vikur finnst mér eiginlega 3 vikur og mikið. Ég láta okkur ekki vita af þessu. En það er svo sem aukaatriði þegar við erum að tala heilsu barna og heilsu starfsfólks. Ég hef svo sem farið yfir þetta á fundi þar sem við sátum lokuðum fundi og hefði ég bara, vildi ég losa þetta hér og bara lýsa óánægjunni með þetta og vona að við getum verið duglegri í framhaldinu þegar við förum að vinna bæði með Fjölliðina og Grundaskóla að við höldum hvort öðru upplýstum sem erum í bæjarstjórninni af því það eru jú við sem fáum símtölin og þurfum að svara fyrir eitt og annað hér út í bæ og þá er ekkert leiðilegra en að segja bara, ég veit ekki eins og hvað það tala um. Þannig að ég ætlaði bara að hvetja okkur til frekari samtals. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða. Ég er búinn að koma upp bæjarfulltrúi
Bára Daðadóttir og ræða að opna á málefni Grundaskóla. Og eftir henni bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og mér langar til að bregðast við aðeins hennar orðum. Það alls ekki rétt að við höfum haft einhver gögn í 3 vikur. Það bara af og frá. Það hins vegar þannig að ég var meðvitaður það að þessi vinna væri í gangi við þarna að athuga með myglu. Upplýsingar glerull fáum við öll á sama tíma á fundi sem var haldinn á þriðjudaginn. Það sama á við okkur skólastjórnendur og starfsmenn sviðsins. Loftgæða vandamál út frá glerull var okkur tilkynnt fyrst þar. Myglu ástand húsnæðisins út frá myglu hafði ég enga frekari vitneskju en aðrir bæjarfulltrúar og alls engin gögn eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir vísaði í. Það sem kannski jákvætt í þessari skýrslu, eða skýrslan er ekki komin, við erum búin að fá drög, við erum búin að fá kynningu. Það sem jákvætt sem kom fram þar að það virðist engin mygla verið í útveikjum, sem er mjög gott. Þetta er aðalega votrými, salerni, ræstikompur og annað, sem að miklu leyti má rekja til bara kannski ekki nægilega góða vinnu, bara upphafi og bara aldurs og annað. Einhverjum stöðum hafði lekið rör sem hefði og annað skemmt út frá sér. Og það vinna í gangi, fór vinna strax í gang á föstudaginn þegar við fengum þessa skýrslu eða sem kynningu á þessari fyrstu drög þessari skýrslu. Þá fóru iðnaðarmenn og tóku út það svæði í Bíálmunni sem er sýkt. Þeir mættu svo á mánudaginn og það búið að hreinsa út og það stefnt að því að vinnu ljúki við Bíálmunni þessari viku, þannig að það verður að taka hana í notkun. C-álman sem er álma yngstu barnanna, það er stóra verkefni. Þar erum við að fást við þessa glerull og við erum að fást við líka þar myglu í votrými og það í skipulags- og umhverfisráði í gær, þá var þetta tekið fyrir. Og það við að skoða þetta og greina og við bíðum bara þeirra niðurstöðu. Sama tíma komin inn arkitekt sem svona horfaðins yfir og hvaða möguleika höfum við til þess að fara á stærri breytingar. Svo náttúrulega kom fram, þetta elsta bygging skólans og vera 40 ára gömul og það kannski komin tími á að horfa aðeins stærri yfir sviðið. Við fáum vonandi aldrei aftur það tækifæri að þessi bygging standi tóm í einhverja mánuði og ég til rétt að við nýtum það. Við þurfum að vanda okkur og við þurfum að gera það vel. Fyrstu athuganir fyrstu niðurstöður þannig að þetta eru vandamál í kringum blindlokur og rakavarnarlag. Það þarf að skoða það þarf að opna þetta betur og skoða. En ég segi, það er af og frá að við höfum lúrt á einhverjum upplýsingum eða eitthvað. Það allir að fá þessu upplýsingar á sama tíma. Í mínum huga finnst mér þeir starfsmenn sem koma að þessu að staði sig bara frábærlega. Í mínum huga það hlutverk þessara starfsmanna ef upp koma einhverjar hugmyndir eða fólk hefur áhyggjur af svona málum og þá séu hlutinni skoðaðir og þess að pólitíkin sé öll inn í því. Okkar hlutverk svo að bregðast við, okkar hlutverk að ráðstafa fjármununum í þetta verk, en það akkúrat þeirra hlutverk að fara í svona frumathuganir, þarna brugðist þeir hárrétt við. Ég vil líka nýta tækifærið og þakka skólastjórnendum og kennurum þarna frá bara fyrir að hafa brugðist svona vel við. Ég held að sé einstakt það bara frábært að við höfum náð að koma, raun og það hefur ekkert fallið niður kennsla, það hefur bara verið mætt að jákvæðni og lausna með það. Það bara mjög gott, en ég held að við núna bara reynir á, við stöndum saman og gerum þetta vel, vöndum okkur og pössum okkur á að falla ekki í einhverja pólitíska þrætur og það hvort að einhver hafi vitað eitthvað, heldur bara að vinna verkið saman og leysum þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Varðandi þá umræðu sem hefur verið hérna varðandi aðstæðurnar í grundaskóla, þá held ég að formaður skipulags- og umhverfisráðherra hafi aðeins misskilið bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Ég skildi hann allavega ekki þannig að hún væri að tala að meirihlutinn hefði lúrt á einhverju skýrslu eða gögnum, því að við vitum auðvitað öll að skýrslan birtist bara fyrir örfáum klukkutímum síðan, svo við segjum það bara, og hún í rauninni aðeins í drögum. Ég held að bæjarfulltrúinn hafi nú frekar átt við mögulega upplýsingar það sem var að gerast í grundaskóla. Ég held að kannski það sé það sem átt við. En varðandi verkefni þá held ég að meirihlutinn þurfi ekki að óttast að þetta verkefni verði sett niður í eitthvað pólitískt karp. Það verður alls ekki gert. Staðan þannig að það mjög skynsamlegt fyrir okkur að horfa til þess hvað gert hefur annars staðar og brenna okkur ekki þá á sömu eldum og þar brenna. Ég held að við séum öll á þeirri skoðun að við munum taka þetta mál föstum tökum og skoða auðvitað þær bráðaaðgerðir sem þarf að fara í, og síðan mjög skynsamlegt, og það auðvitað ákvörðun sem liggur fyrir hjá okkur, að skoða síðan með framhaldið og þá stærri breytingar og viðgerðir á skólan. Það auðvitað ferli sem gæti tekið umtalsvert lengri tíma. Ef við horfum á fjárhæðir sem þarna undir, þá allavega alveg ljóst að það mun þurfa að gera verulega breytingar á fjárhagsáætlun ef við ætlum að koma því fyrir á þessu ári. En bráðaaðgerðir verðum við auðvitað að fara í, en svo væntanlega munu teiknast upp sviðsmyndir fyrir okkur til að vinna úr á næstu mánuðum og misserum og munu þá skila sér í bættum grundaskóla, þó að taki kannski á lítið lengri tíma heldur en bara árið í ár. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að benda á frétt sem á heimasíðu grundaskóla frá 29. janúar 2021, þar sem kemur fram að vikuna 1. til 5. febrúar munu sérfræðingar, verkfræðistofnun Verkís og starfsmenn framkvæmdasviðs Akranskaupstaðar taka sýni kennsluhúsnæði grundaskóla. Markmið þessara rannsóknar að kanna stöðu loftgæða sem og ástand húsnæðisins. Þannig að þetta loftgæðamálið var allavega komið fram á þeim tíma, þó kannski það ekki verið tilkynnt til bæjarfulltrúa sérstaklega. Ég fékk tilkynningu þetta sem foreldri í Víðdökk kerfi grundaskóla. Þannig að það ekki eins og menn hefði átt að koma fjöllum. Ég mig langar líka bara að taka undir með bæjarfulltrúa Ólafi Adolfsssyni að við þurfum að skoða húsnæði í stóru samhengi og hugsanlega liggja tækifæri í því að fara í endurbætur núna. Við getum örugglega og það eiginlega svona minn vilji að við förum og hugsum kannski dálítið stærra en bara að laga það sem skemmt. Förum þá í hugsanlega einhverja endurhönnun á þessari álmu skólans. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla nú bara að koma hér upp og svo sem ítreka það sem ég sagði áðan. Ég var svona með ykkur hvatningu að tala saman. Ég var ekki að fara í pólitískan slag og grafir í það. Ég ætla að fara að standa hér í ykkur vegi fyrir þessu máli. Þetta okkar hjartansmál, þetta börnin okkar. Ég sagði það, börnin að njóta vafans. Þannig að ég ekki að fara að leika neitt pólitískan leik hér með því að segja þetta hér.
Ég var eingöngu að benda á það, mér fannst undarlegt að þetta var ekki búið að taka þetta upp í þeim ráðum sem að eiga hlut að. Það getur verið mín skoðun, það getur verið ósammála, ekkert mál. Ég verð samt að segja að ég kom að fjöllum þegar að formaður bæjarráðs hringdi í mig á mánudeginu fyrir rúmri viku. Og það má vera bara hvatning fyrir mig að vera duglegri að fara inn á heimasíður stofnana minna í sveitarfélaginu. Ég skal alveg viðurkenna það, ég var ekki búin að lesa þessa frétt og það má kannski segja að ég sé ekki með puttan á púlsinu hvað það varðar. En mér finnst bara, þetta stofnunin okkar, við berum ábyrgð, kjörnir fulltrúar. Og mér þætti vænt að fá tölvupóst, þó sé ekki nema það, að upplýsa stöðu mála. Í þessu máli sem og öllu öðru. Þegar Sementsverksmiðjan, þegar það mál kom upp, það gott að vera bara upplýstir öll þessi mál, skiljiði mig. Þannig að ég vildi bara ítreka það, ég var ekki að tala nein gögn og ég ræddi það á lokuðum fundi hér með okkur, þannig ég vísi bara í mín orð að það var í rauninni bara að fara í þessa vegferð að vera upplýstur það. Það var mitt innlegg inn í þessu umræðu. Annars bara fín umræða, takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að blanda mér í þessa umræðu en ég í rauninni sé mig knúinn til þess út af þeim orðum sem að féllu á bæjarfulltrúanum Kristni Halli Sveinssyni. Ég minnist þess að ég hafi gert athugasemd við það áður hér í þessum ræðustól að það ekkert eins óþægilegt fyrir okkur bæjarfulltrúa, allavega mig, að lesa málefni bæjarins á alnetinu, hvort sem það heimasíða einhverjar stofnunar eða ekki. Það mjög óþægilegt. Það eiginlega skylda held ég starfsmanna bæjarins að upplýsa okkur svona meiri háttar mál og ég tel þetta eitt af þeim stóru málum sem við höfum lent í og ég ætla, eins og ég segi, ég ætla ekki að blanda mér í þetta því ég held að ég gæti sagt eitthvað sem að ég gæti séð eftir eða væri óviðeigandi. Þannig að við skulum bara minna okkur á það að samtalið alltaf gott og allar upplýsingar, það hefur engan tilgang að ætla sér að halda þeim einhverju leyndum, einhverja vikur eða daga eða hvað sem er. Á þeim fundi, seinni fundinum sem var haldinn þá hvatti ég til þess og ætla að gera það aftur að við skoðum hvað við getum gert við séálmuna þannig að þegar þeim endurbótum sem eru nauðsynlegar þar að þá verðum við með flotta byggingu sem verður okkur til sóma og muni nýtast skólanum til ókominna ára. Þannig að við skulum ekkert vera, við gerum ekki deilumál út úr því. Við gerum þetta eins vel og við getum okkur og skóla samfélaginu til sóma. Það var eitthvað meira sem ég ætlaði að segja en það hvarf í mínum síðustu orðum. Þetta kannski aldurinn. En þetta ábyggilegt að koma inn aftur þannig að við fáum að, já það var
Ég ætla svona aðeins að gera athugasemd, það kannski er það bara fréttirnar af þessu sem sagt eru settar þannig fram. Miðað við þann fund sem að ég hef sittið með þessa tvo, að þá lít ég ekki svo á að rakinn og þessi mygla sem við erum ekki búin að fá staðfesta sé til staðar. Ég lít ekki á það sem aðalmálið og mesta skaðvaldinn í þessu. Mesti skaðvaldurinn í þessu glerull og þá þeir þræðir sem eru á sveimi í sérstaklega Sé-álmunni og þar bara að ræða frágang við byggingar þess tíma sem í raun að koma í hausinn á okkur núna. Og það það sem að orsakar það að við þurfum að taka Sé-álmuna í gegn og nýtum tækifærið til þess að gera hana þannig að okkur sé sómi að. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ég ætla aðeins að tjá mig hérna bara úr sæti forseta í þessu máli. Og svo að til óþarfi að ég víki úr sæti forseta þó ég tjái mig að lítið þetta mál. En ég tel það alveg ljóst að við erum einhuga leiðina áfram. Það þarf að huga að því sem það þarf að gera í bráð og svo þarf að huga að því sem þarf að gera til lengri tíma. Og ég heyri það að það er einhugur í bæjarstjórn það að standa vel að því að bráða aðgerðir til þess að bara bregðast strax við því sem hægt er að bregðast við strax. Að við bara klárum það með sóma, hugsum Sé-álmuna til lengri tíma og þar eru þetta þegar byrjað að huga að hönnunarvinnu og svona byrjað að kasta fram hugmyndum þó að það sé kannski ekki mjög langt komið. En svo vil ég taka undir með bæjarfulltrúa Einari Brandssyni og þar þurfum við einmitt svolítið að stýra umræðinni að kannski það bara vegna umræðunar sem að hefur verið mjög almenn og hávær ýmsar skólabyggingar og loftgæði í skólabyggingum að það fyrsta sem fólki dettur í hug mygla og tengir einhvern veginn við það. Og það mikilvægt að við höfum þetta á hreinu og höldum því á lofti að raka, skemmdir og mygla eru ekki stórt vandamál. Það í húsnæði Grundaskóla. Það er vissulega til staðar á nokkrum stöðum en það kom fram í þessari skýrslu sem var kynnt fyrir okkur öllum og það alls staðar mjög staðbundið og ætti ekki að vera mikið mál að laga, hreinsa út og endurnýja. Aðal vandamálið glerullinn. Og sú staðreynd og þarna blæs lofti innum glerullar einangrun þaðan inn í íverurýmin í húsnæðinu þannig að glerullar agnir svífa í loftinu þar sem að inn í skólastofan. Og það stóra máli sem við erum að takast á. Og það þó að það sé stórt verk, að þá það vinnanlegt að koma í veg fyrir það að þetta haldi áfram. Þannig að það er mikilvægt að við bæjarfulltrúar höfum þetta bara svolítið á hreinu og leiðréttum þá umræðu hvað sem við höfum tækifæri til að stóra vandamálið í Grundaskóla glerullinn en ekki raki og mygla. Orðið laust að nýju og Karl Jóhann Grens hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn.
Hér hefur verið tíðrætt upplýsingagjöf, langar svona aðeins að koma inn á það en samt af annarri nálgun að öðru vinkli á því. Nú ég líka foreldri í skólanum. Mér rámar nú í að hafi nú séð þessa frétt sem bæjarfulltrúi Kristinn Hallur vísar í. Fannst hún kannski ekkert stórmerkileg á sínum tíma en síðan allt í einu, og þá meina ég allt í einu, springur allt út, börnin mín koma heim úr skóla og það bara sagt, við erum ekki fyrir skólanum á morgun, það bara, ef við erum að fara eitthvað annað og eitthvað og maður bara spesifið, hvað meinum við? Það ekki komin eitt póstur nokkuð skapað hlutinga, það lítur að koma á eftir þá, hugsaði með mér, reynum bara rólur og slagur og gerist ekki neitt, börnin fyrir aftur daginn eftir og á loksins komu upplýsingar. Þannig að mín ábending kannski svo að það þarf eitthvað að skoða verkferla, kannski komið sér ábendingu bara skólum hristusveiði þennan, að verkferla séu skoðaðir og aðlagaðir. Því hér búið að vera verkefni í gangi, alvarleikinn farin að koma skýrar í ljós og einhverju tímapunkti alveg ljóst að við ætlum að loka þessum svæðum í skólanum. Þá var náttúrulega á að vera á sama tíma góð upplýsingagjöf til foreldra. Það svona ábendingin mín að hún fari á réttan stað og vonandi verði bara unni með það. Þannig að við tryggjum að ef eitthvað svona kemur aftur eða annað að foreldrar séu vel upplýstir á leiðinni. En á öðru langar mér líka bara að hrósa kennurum í skólanum. Ég held að þau séu að takast á við ótrúlega erfiða hluti og magna hvað árangur búið að nást bara við að koma krökkum fyrir í áframhaldandi skóla hér og þar bæinn. Þannig að bara hrósa á stjórnendur og þetta virka á mann góð og öflug fumlaus vinnubrögð hvernig verður að takast á þetta. Það svona aðeins högtað í upplýsingagjöf sem virðist hafa aðeins gleymst og mér kannski bara spurning við reynum að læra því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Karl Jóhann Græns hefur lokið máli sínu og orðið laust. Og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Já. Elsa, sestu. Það voru mín mistök. Bæjarstjóri Saga Freyr var búinn að biðja morgun á undan, gjörðu svo vel. Það verður voða hægðis. Verður ekki mótur á þröskur á Haraldstígi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara rétt að koma hérna upp, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, hann benti á fréttir í kringum þetta og ég held að sé rétti á honum að einhverjir miðlar hafa gert svona aðalatrið úr rakaskemmdunum. En ég vil vekja athygli á því að sú frétt sem að við settum frá okkur hjá Kaupstaðnum var einmitt fyrirsögnin var aðgerðaráætlun vegna loftgæða í grundaskóla og svo mjög framalega í fréttinni talað megin ástæða óþægindana talin vera rykagnir frá glerugull vegna ófullnægjandi frágangs rakavarnalags í lofti og veggjum og einnig hluti vandans talin vera vegna rakaskemmda. Þannig að minnsta kosti okkar upplýsingagjöf hvað þetta varðar hefur verið skýr og það mjög mikilvægt að við höldum áfram að tala hlutina eins og þeir eru og líka ef að í ljós kæmu síðar í þessu eða gagnvart einhverju ferli hér, ef það einhver mygla sem við höfum áhyggjur af, þá ekki að fara inn einar felur með það, heldur að allar upplýsingar séu aðgengilegar og sýnilegar skýrslan þegar hún kemur í endalegu formi, það ætlunin að birta hana, þannig að allir geti lesið hana, minnst ágústi þannig að það sé skýrt fyrir fólki það sem að var rannsakað af mjög flottu fagmönnum, að það sé sýnilegt og allt sem að hefur einkennt þetta mál hefur snúist það að fullkomu gagnsæi og það skiptir máli. Þegar að kemur að síðan því hvernig við eigum að takast á í svona verkefni, þá skiptir máli að þetta ekki staðbundið við grundaskóla eingöngu, þessar áhyggjur sem við höfum haft og það höfum við rætt. Við höfum haft áhyggjur af öðrum rýmum og öðru húsnæði í eigu Akraneskaupstaðar og við höfum ekki að tala eingöngu á þeim nótum að við séum að hafa áhyggjur af grundaskóla. Við höfum áhyggjur af mun fleiri
byggingum sem við eigum að halda áfram að fara í að skoða og þar tel ég eins og í grundaskóla vera að ræða staðbundin verkefni sem við eigum að vinna með og við eigum að nálgast þau verkefni jafn fumlaust og við höfum gert í þessu. Úr því komin hér upp þá verði ég að hrósa stjórnendum grundaskóla, kennurum, fyrir það hvernig það hafa haldið á þessu verkefni. Það ekki sjálfgefið að þegar við fáum svona verkefni í fangið, að það sé gert með þeim hætti að hvert einasta hindrun sem hefur komið fyrir framan okkur sé tekin á lausna meðanhátt. Og það gerir mig afar stoltan af okkar fólki og ég verð að hrósa þeim sérstaklega fyrir einstaklega fagmannleg vinnubrögð í því hvernig þau hafa verið að nálgast þetta verkefni og ég sannfærður að við munum sjá það skila líka árangri og af því bara meðan að þessi fundur var í gangi fekk ég sendar flottar myndir frá skólastjóra grundaskóla af skólastarfi sem að fara fram núna á 7 stöðum í bænum sem áður á einum stað í grundaskóla og það segir svolítið mikið til það hvers konar kraftur í mannauð okkar, hvernig við höfum nálgast þetta og tekist á við það sem skiptir öllu máli sem að menntun barnanna í skólanum og það það sem við höfum að gleðast yfir. Og svo ég lokið máli mínu. Bæjarstjóri Sara Freyr hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mig langar bara að taka undir þá umræðu sem hefur verið hér og hrósa stjórnendum grundaskóla og starfsfólki. Ég veit að þetta var ærið verkefni sem að þau stóðu frammi fyrir á mjög skömmum tíma þurfti að rýma stóran hluta skólans og það var gert af krafti og æðruleysi og fundin lausn á ótrúlega skömmum tíma. Mig langar líka að þakka þeim sem hafa opnað dyr sínar fyrir á sínum stofnunum eða húsnæðum á vegum bæjarins sem hafa sumir hverju líka verið að breyta dagskrá og uppröðum funda og öðru slíku til að láta þetta geta orðið að veruleika, þannig að mér bara sýna hver krafturinn í samfélaginu okkar þegar við stöndum frammi fyrir stóru verkefni, að við tökum höndum saman og við leysum þau. Það einhvern veginn ótrúlegt að örugglega fyrir starfsfólk grundaskóla að líta einhvern veginn yfir þennan vetur. Það sagði við mig einn starfsmaður að hún vonaðist til þess að væri ekkert sem myndi toppa þennan vetur, það sem hafa verið í COVID-skóla og síðan COVID-skólinn rétt við það að klárast þegar að þetta kemur upp. En þrátt fyrir það, þá bara bretti fólk upp ermar og fór í þetta verkefni. En ég tek bara undir það sem aðrir bæjarfulltrúar hafa talað að upplýsingaflæðið mikilvægt það sem framundan og við höfum bara allt upp á borðum og ég tel líka einnig mikilvægt að við skoðum hvaða sviðsmyndir til staðar, hvað varðar frekari breytingar eða uppbyggingu á húsnæði upp á það hvernig og hvort við getum einhvern veginn séð einhverjar sviðsmyndir hvað þetta varðar og í þeim ómögulegu aðstæðum sem við lentum í með því að rýma skóla hvort það sé einhver kjörin tækifæri núna til þess að jafnvel skoða einhverjar sviðsmyndir sem gætu breytt einhverju að við ættum möguleika á
nýta húsnæði betur. En þannig að bara mér finnst þetta góð umræða og einmitt mikilvægt að við séum öll á sama stað. Takk fyrir. Fulltrúi Æsa-Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég bara tek undir með hinum minna, þetta bara ofsalega góð umræða og mér finnst bara gott að heyra að við erum öll, heyrist mér allan á sama stað þegar það snýr að bara uppbygging og hvernig við ætlum að fara áfram í þessu máli. En kannski langar mig líka eins að koma inn á varðandi upplifun okkar getur verið ótrúlega ólík greinlega varðandi upplýsingagjöf því að nú ég líka foreldri barns í grundaskóla í Síálmu og mér fannst einmitt, og bara allir sem ég hef talað við, fannst upplýsingagjöfin alveg bara framúrskarandi. Fengum upplýsingar rosalega hratt og allt var rosalega skýrt og flott. Þannig að í rauninni bara, eins og ég segi, bráðabirgðaskýrslan kom 5. mars á föstudegi og á 50. og föstudegi voru börnin bara lítið inn í skólanum og allir komnir á nýjan stað á mánudeginum og allt að gerast, þannig að bara þvílík vinna sem hefur farið þarna fram og mér langar bara að þakka, bara eins og aðrir hafa gert hérna, öllum sem opnuðu dyrnar að stofnununum, öllum sem reyndu að finna lausnir og allt sem hafa gert. Þetta er bara alveg bara frábært og bara takk alveg kærlega fyrir. Takk. Fulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það enginn sem biður orðið og þá ljúkum við umræðu 150. fundargerð skóla- og frístundaráðs besta þeim lögð fram. 9. dagskrárliður hefur málsnúmer 21.005 eftir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árið 2021 og lögðu fram 187. fundargerð ráðsins frá 22. febrúar síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það mig langar aðeins að kom inn á lið númer 5 eða vel hann til þess að opna þá umræðu og þar sem ég að velta fyrir mér að fyrir í vetur eða fyrir einhverjum mánuði, 2 mánuðum þá samþykktum við að breyta einbýlishúsi á Heiðarbraut 57 held ég alveg örugglega í 2 íbúðir og í sjálfu sér vaknuðu svo sem engar spurningar alvarlegar á þeim tímapunkti og við samþykktum þetta. Ég nú alinn upp í þessu hverfi og átt heima þarna nánast alla mína tíð. En þegar kom svo önnur umsókn á sama svæði nánast það að breyta einbýlishúsi í 2 íbúðir, þá fór ég svona bara að velta fyrir mér. Í sjálfu sér má ég ekki taka því og það má enginn taka því þannig að ég sé á móti þessu. Ég bara ætla að velta upp þessari spurningu hvort að við í rauninni sjáum þá fyrir endan á því ef við opnum á það að þessi hús í þessu hverfi og það er kannski mislangt sem að menn geta teygt hverfi. Hvað gerist ef að
einhver 30–40% af einbýlishúsunum verður breytt í tvíbýlishús. Hvaða áhrif hefur það á innviði og það hverfi sem við erum að fjalla um? Ég veit og hef sem sagt alist upp við að í einbýlishúsunum þarna eru kannski 2 íbúðir, þá hefur það verið bara leigt út en á forminu til þetta einbýlishús. En nú virðist vera komin einhver svona hreyfing í það að fólk að skoða það greinilega að breyta þessum húsum í tvíbýli og ég legg það bara upp fyrir skipulags- og umhverfisráð að hugsa aðeins þá fram í tíma hvað gerist ef við opnum á þetta fullu. Nú, ég skil þetta þá bara eftir fyrir ráðið en fyrst ég nú hérna uppi undir þessari fundargerð þá ætla ég og get varla verið þekktur fyrir annað en að vekja athygli á lið númer 13. Hótel fyrirspurn. Þarna erum að ræða hótel á því svæði sem að við erum í rauninni nýbúin að fella út úr skipulagi að það sé hægt að byggja hótel. Ég bara fagna því að það séu aðilar sem að allavega sjá sömu sýn á möguleikum þessa svæðis og ég hef talað fyrir og talað mikið fyrir og varaði við að menn tæki þennan reit út af skipulagi á sín tíma. En ég ætla að fylgja spenntur með þessu og sérstaklega ætla ég að vera vakandi og yfir því sem að skipulags- og umhverfisráð ákveður í þessu sambandi þá með þessum umsækjanda og sérstaklega í ljósi þeirra orða sem að fóru hér fram í þeirri umræðu sem að var þegar við breyttum skipulaginu. Þannig að ég er mjög jákvæður og spenntur og skal styðja skipulags- og umhverfisráð í því að koma inn reit aftur fyrir hótel á þessu svæði. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Hér kom bæjarfulltrúi Einar Brandsson upp með áhugaverðar pælingar lið 5. Það er verið að skipta einbýlishús í 2 íbúðir. Og hann ef ég tala við sjálfan mig, þá sjálfur sé ég ekkert að því ef þetta er eins og í þessu tilfelli, þarna eru bílastæði, næg bílastæði innan lóðar, uppfyllir öll skilyrði reglugerðar og bara held ég virkilega vel að staði hjá þeim. Það er náttúrulega forsenda þess að það sé hægt að fara í svona, að hverfin beri þetta, það séu stæði og annað. En mér langar til að skilja eftir aðra spurningu fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson. Það er þétting byggðar. Ef það sem við erum að skoða hverfi í bænum, það sem við gætum til dæmis, ef við tökum sem dæmi bara hérna Dalbrautarreitin, það sem við getum gjörbreytt íbúafjöldanum, þetta hefur auðvitað allt áhrif. Við höfum séð í borginni, þar sem menn hafa farið í og séð fréttir úr Mávatúninu, þar sem hafa bara komið upp vandamál til dæmis bara með fráveit og annað. Þetta eru atriði sem við þurfum náttúrulega að ganga á skugga áður en förum í svona verkefni. En skipta upp íbúðum, það er bara jákvætt ef að menn vilja framkvæma og gera. En það er auðvitað rétt eins og bæjarfulltrúi bendir á. Við þurfum auðvitað að skoða þetta
þurfum að skoða þessi atriði ef að stór hlutir af bænum eru að breytast og að vera að byggja upp. En það hins vegar líka bara jákvætt. Og við þurfum bara að taka þessi verkefni og leysa þau. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust um fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þar sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs, Ragnar B. Sæmundsson, varpaði að ég tel spurningu til mínu og hvort ég ætti að taka hana þannig að hvernig mér litist á þéttingu byggðar. Ég í sjálfu sér hef í raun ekkert á móti þéttingu byggðar og til dæmis var mjög mikill talsmaður fyrir uppbygginguna á Dalbrautarreitnum. En það sem ég í rauninni var að reyna að fá okkur til þess að hugsa að þó að það sé kannski bílastæði til, það eru tiltölulega stóra lóðir sem fylgja þessum húsum flestum, þannig að það er í rauninni lítið mál að gera auka bílastæði. Flestum fylgir nú kannski 1 til 2 bílar, þannig að þetta verður fljótt, magnast fljótt upp. Ég hef í rauninni engar áhyggjur í sjálfu sér af því. Ég hef meira áhyggjur af, til dæmis skólabyggingum og þá leikskólabyggingum að við þurfum í rauninni að stýra með þeim miðlum sem við höfum, þeim fjölda íbúa sem búa í því til dæmis sem við höfum kallað skólahverfi. Við byggjum núna upp til dæmis leikskóla inn í skógahverfi, nánast við hliðina á öðrum skóla, á meðan við erum bara með 3 deilda leikskóla á því svæði sem að sinnir kannski þessum húsum að einhverju leyti. Það er það sem ég er að reyna að fá okkur til að hugsa. Í sjálfu sér er ég ekkert sjálfur á móti því að það sem það hentar, að það séu kannski breytt húsum úr einbýli í tvíbýli og jafnvel úr tvíbýli í einbýli ef að þannig horfir til. En ég bara fór að velta þessu fyrir mér ef að 30–40% af þessum húsum sem eru einbýlishús yrði breytt í tvíbýli, hvaða áhrif hefur það á það hverfi sem ræðir og þá innviði sem að sinna þeim hverfum. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og við ræðum 187. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Orðið er laust ef einhver vill grípa það. Það er enginn sem biður orðið. Telst þar með þessi fundargerð framlögð. 10. fundarliður sem málsnúmer 21/003, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð nr. 148 frá 3. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sig hljóðs, þar með telst hún framlögð. 11. fundarliður við málsnúmer 21/008 fundargerð Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2021 og lögðu fram 117. fundargerð stjórnar Höfða frá 22. febrúar síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, orðið, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég er nú alveg von á því að formaður stjórnar Höfða, Elsa Lára Arnardóttir, komi hér upp og kannski útskýri eitthvað hérna í þessari fundargerð eins og hún gerir svo oft, mjög vel. Þarna er liður samtal sameiginleg verkefni Höfða og Akraneskaustar og hérna, mér langar kannski aðeins að forvitnast þau mál. Og eins vil ég ýta á eftir því verkefni hvar það statt með sviðsgreininga verkefnið, sviðsgreiningu rekstrarform Höfða. Þannig að mér langar að athuga það hvar það statt eða hvort það safnar bara ryki eða hvort það búið að læsa það í skúffu. Sviðsmyndagreiningu. Já, takk. Þannig að ég fæ eitthvað hvísl upp í púltið en ég vona að aðrir sem hlusta á fundinn fái eitthvað svör við þessu af því að mér þyrstir í svör. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Já, ég skal fylgja aðeins eftir þessari fundargerð og þarna er fyrsta málið á fundinum sem samtal sameiginleg verkefni Höfða og Akraneskaupstaðar. Eins og bæjarfulltrúar jafnvel vita, margir hverjir, líklega allir, að þá er búið að vera núna í nokkur tíma og ekki fyrir löngu síðan búið að endurnýja samningum milli Akraneskaupstaðar og Höfða bókhald, bókhaldsvinnsluna sem snýr á Höfða og það sé unnið hér á bæjarskrifstofunum í launadeildinni. Og þarna í rauninni það sem að framkvæmdastjóri Höfða og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, hafa átt í svona samtali og það hvernig þessum málum væri háttað og þarna er einum bara stjórnin og þeir að eiga samtal það í rauninu hvar tækifærin liggja jafnvel til framtíðar, hvort að möguleiki væri að horfa á launavinnslu og bókhald, hvort að við getum unnið saman að fleiri verkefnum eins og innleiðingu, hvað heitir þetta, vinnustundar eða taka upp skipulagsskrá Höfða. Við þurfum ekki að vera að vinna í sikkur í horni að jafnlaunavottununum og hvað heitir þetta hitt, jafnlaunavottun og jafnréttisáætlun og öðru slíku að það er í rauninni hvað þessi verkefni varðar sem við þurfum auðvitað að gera skil á bæði sem Höfði og Akraneskaupstaðar og það eru svona 95% líkindi með í rauninni hversu mikið samlegðar áhrif þessi verkefni hafa. Þannig að það er í rauninni mikil svona möguleiki á því að við séum ekki að vinna sömu verkefnin út í öllum hornum, heldur að vinna þetta saman. Þetta var svona umræða það og stjórn Höfða gaf í rauninni bara sitt umboðum að þessir aðilar eigi áfram í samtali og við fáum upplýsingar hvernig það þróast. Staðan Höfða hefur þetta bara verið svo að og er einmitt núna að ef einn starfsmaður veikist eða slasast þá er kannski bara kemur svona smá babb í bátinn hvað var til dæmis í launavinnslu. Og við þurfum að vera tilbúin til að grípa hvert annað þegar slík staða kemur upp. Síðan er þetta bara hefðbundið vistunarmál, síðan var það jafnréttisáætlunin sem er þetta beintengt máli númer 1 að við séum bara ekki að finna upp hjólið aftur, heldur getum við nýtt það sem búið er að vinna hjá kaupstaðnum og gera það að okkar. Mál 4, umsóknir framkvæmdasjóð aldraðra sem voru með, sem mál 4 held ég á þessum fundi, ég held að við erum nú með 4 einmitt hjá okkur fyrir þessum fundi hér í dag. Það að sækjum aftur fyrir endurbótum á annarri hæð. Síðan er að viðhaldsverkefni Höfða snúa að smá rakaskemmdum á einni hlið, þeir varðar breytingu á gluggum og lagfæringar minniháttar og að laga það áður að verður eitthvað vandamál og að það þarf að
dytta upp á lyftuna áður en hún gefst upp. Þannig að það voru viðhaldsverkefnin og hvað varðar sviðsmyndagreininguna að þá þurfum við nú að fara að ræða hana. Þannig að en eins og ég hef oft rætt í kannski ekki þessum ræðustól, heldur bara heima við skjáinn, að þá hef ég alltaf verið dálítið hrifin af því að við ræðum saman þá skýrslu sem að koma úttekt á stöðu hjúkrunarheimila í landinu og sviðsmyndagreininguna samhliða. En sjáum hvað setur og ég lofa hann sé ekki mjög djúpt niðri og það verði ekkert langt að teygja sig í hana þegar að því kemur. Takk fyrir. Það fulltrúi Elsa Rannadóttir hefur lokið máli sínu. Við ræðum fundargerðarstjórnar Höfða. Það laust. Það enginn sem kveður sér hljós. Það með þessari umræðu lokið. Fundargerðin telst framlög. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar og klukkan 18:38 og ég segi þessum bæjarstjórnarfundi númer 1329 slitið.